Sigríður, við skulum ræða aðeins þennan áhuga ykkar Dieters á því að gera skartgripi. Já. Rifjaðu upp fyrir mig aðeins bara hvernig þú fer fyrst að fikta við að gera skartgripi. Já, ok. Ég var þá stödd í Kaupmannahöfn. Það hefur líklega verið, ef maður rétt, hérna 1956, ég held það, sumarið. Og ég kynntist Dieter þar. En sem sé að í sumarlok þá fór ég heim til Íslands og nokkrum dögum áður en ég fór þá var ég eitthvað að spássera í borginni og gekk þá fram hjá verslun sem að ég staldraði við eitthvað áhugavert, stóri gluggar og þá var þetta þarna var allt til skartgripa gerðar og finnst þetta ofboðslega spennandi og hreif mig strax horfitni mín og ég fór inn og ég bara ákvað með það sama að kaupa þarna eitthvað og fara með heim og sem ég gæti nota til að prófa að gera skartgripi og þetta var alls konar fín viður, bæði Ibn Holt og Pallis Anderssona, fínir bitar og svo var svona duft það til að emulera og svo var lítið, ég kallaði hann á pönnu, það var svona rafmagnsapparat, það var maður stakk í samband, einhvers konar ofn, og ef maður bar þetta duft á hvort sem það var silfur eða kopar á málminn sem sé og svo bara lét yfir og þá bara gerðist það að þetta emuleraðist. Svona þess að ég hikaði ekki með það, ég keypti þetta og svona bara alls konar dót, ég man ekki lengur hvað, silfurvíra og eitthvað meira. Allavega var þetta bara slatti af efni við og áhöldum, töngum, góðum töngum svona. Og ég var og ég pakkaði þessu öllu og fór með þetta heim, þar sem ég bjó, rétt hjá þar sem Dieter bjó. Og þetta var ekki það mikið mál hjá mér að ég sagði Dieter ekkert frá þessu, þannig ég var ekkert að leyna honum því ég var búin að gera það sem ég langaði að gera og þá hugsaði ekki meir það. Þannig að... Varstu ekkert að segja nýja kærastanum frá? Nei, og það var ég að halda þessu leyndu, en ég bara hugsaði ekki út í það. Að þetta var mitt mál, einhvern veginn og svo bara fer ég heim til Íslands og foreldrar mín bjuggu þá í Hraunsholti og mamma var búin að fá leigða íbúð í næsta húsi á efri hæð, bara snotra íbúð fyrir okkur Dieter því hann ætlaði að koma sem hann gerði og og ég kom mér bara fyrir þarna og bara notaði helminginn af eldhúsinu, bara setti þar upp verkstæði og bara mér fannst þetta ofboðslega spennandi og byrjaði bara að vinna. En sem sé Dieter þegar hann kemur þarna í búðina sem ég er búin að koma með fyrir, það var lítil stofa og lítil svefnherbergi og og svo eldhús, ágætt eldhús og þetta var helmingeldhús sem var orðið verkstæði. Þannig bara hann var himinlifandi og bara byrjaði strax að vinna með mér þarna bara á sinn máta. Og svo endaði með því að við erum búin að framleiða heilmikið af bæði eyrnalokka og nælur og arbönd og hringir voru ekki komnir þá það var seinna þegar eftir vorum við Halldóri Sigurðssyni guldsmið og sem sé Halldór Sigurðsson, hann var guldsmiður og var mikill vinur bróður míns og svona fjölskylduvinur og hann var með verkstæði og verslun niðri í verkstæði og efri hæð, fyrstu hæð
þarna niðarlega Skólavörðustíg. Og þegar við vorum Dídir búin að bara búa til heilmikið alls konar, að þá kallaði ég á Halldór og mér detti í hug að vita hvort við getum ekki að selja í búðina hans. Og hann var mjög hrifinn af þessu og bauð okkur að flytja verkstæðið til sín á verkstæðið sitt ef við flyttum þangað. Og við gerðum það, flyttum allt okkur hafatösk til hans. Og ég hætti fljótlega, það var ekkert út að okkur misklíða milli okkar Halldórs. Það var bara það að ég misti áhugann á því að halda fram og ég var orðin ófrísk og við vorum gift og það var bara annað sem og ég var enn að vinna á barnadeild Landspítalanum. Þannig að ég bara hætti að því það hentaði mér ekki lengur. En Dídir hélt áfram og vann þarna nokkuð lengi, nokkuð mánuði, líklega fram í jól eitthvað, ég man það ekki okkarlega. Og þá vann Dídir bjó aðalega til hringi úr silfri og sem voru ofboðslega skemmtilegir að mér fannst og líklega fleirum og þetta var selt í búðinni. Og seldist vel? Já, það gerði það. En þetta með skartgripina að þegar við flytjum svo þarna úr Hraunsholtinu eftir nokkra mánuði, já, kannski var það í byrjun 1957, eitthvað svoleiðis, og flytjum á Ljósvallagötu 14. Og þá setti ég upp góðar geymslur, við vorum fyrstu hæð og fengum góðar geymslur í kjallaranum og þá ákvað ég að það var líka ekki til samræðu Dídir. En það var bara ágætis geymsla, hún verið eins og frá þessu borði og að veggnum, svona mjó svolítið og með hillur og borð svona. Og þá sá ég fyrir mig að þetta yrði bara alveg upplagt að gera þarna verkstæði aftur, svo ég byrjaði hérna aftur og þá áttum við heilmikið efni og bætti við einhverju trébúti sem ég keypti einhvers staðar, ég man ekki hvar. Og svo fór Dídir af og til hérna niður að vinna og ég var með alls konar góða græjur svona til að sverfa svona eitthvað, mjög góðar aðstöður hérna niðri. En svo var það einhver tíma líklega í byrjun næsta árs, svo segi ég, að Dídir kemur heim með allt sitt hafutask og var alveg sármóðgaður við Halldór, blessaðan Halldór, góður vinn minn. Og því hann sagði að þeir sætu sitt hvorn megin við borðið og Halldór hefndi eftir Dídir, sjálfur gullsmiðurinn, Dídir segir þetta, hann væri bara hermend til því sem hann var að gera og svo hafði hann haldið sínum skartgripum alltaf uppi við söluborðið en haft Dídirs skartgripi neðar. Og þetta er svona samkvæmt því sem Dídir segir og ég var ekki rengjan. Og Dídir kom með allt sitt hafutask og svo var hann þá fór hann að vera meira niðri í vinnustofun sem ég var búin að útbúa og ég minna, Kalli fæddur og ég fikk bara 3 mánaða frí frá barnadeildinni. Þannig að ég var svo mjög lítið að vinna niðri, hins vegar fór Dídir að vinna meira og hann fór að vinna í Kopar, dálítið mikið. Og Alumínium gerði afribönd svona. Sko þarna fyrst, þegar hann kemur eiginlega dálítið inn í þína skartgrip. Jú, hann gerir það. Sko voru þið mikið að hreyfa við þessu saman eða að prófa ykkur áfram saman? Það voru alltaf í sikkur leið. Já, alveg bara þegar við eiginlega ræddum þetta aldrei, við fórum bara og unnum við þetta bara, ég minnist þetta ekki að við höfum verið að ræða eða skoða neitt sérstaklega hvort öðru. En þetta var bara allt til reiðu þarna
og mikið fyrir eitthvað bara að við gengum í þetta svona og það var engin samvinna. Og svo tók bara Anna við, þú varst að ala börn og... Jú, það tók Anna við. Já, akkurat. Það var nóg að gera í því auðvitað. Hvað séru? Nóg að gera í því auðvitað. Alveg nóg og vera líka að vinna á barnadeild Landspítalans, þannig að það var yfirdrifið, sko. Já. Maður hefur stundum á tilfinningunni að einhvern veginn allt hafi verið myndlist í höndunum á Dieter. Það var það. Veistu, þetta rétt hjá þér. Já. Ég get alveg sagt þér þetta. Ef við hugsum sko, hvernig hann hugsaði skartgripina. Það gott að spyrja þessu. Það var nákvæmlega, sem ég alveg með á hreinu, hann hugsaði það ekki, hann gerði þá. Eins og bara maður mála mynd, spontant. Og það var það sem að mér varst líka skemmtilegt. Sko, þá ég að tala hringina sem hann vann hjá, silfurhringina hjá Halldóri. Og ég sá hann, hvernig hann vann þetta. Og ég sá hann aldrei skissa neina hringi. Og hann bara hafði efni fyrir fram að sig og hann bara mótaði þetta, hitaði efnið og beygði það og með töngum og öllu því sem hann vann þetta svona spontant nákvæmlega eins og hann vann mynd. Það var eins og skúlptúr í höndunum á hann. Já, og þetta er gaman sko nefna þetta er nákvæmlega svona og ég svo aldrei neitt uppkastaði neitt og hann var að spá í þetta, hann var bara komið með þetta og þá vann hann þetta og þróaðist bara í höndunum á honum. En heldur þú að þessi skartgripagerð hafi nært myndlist sko Dieters seinna meir og það sem hann var að gera, styður þetta allt hvert annað, svona, hvernig hann hugsaði í bara öllum þessum ólíkum miðlum sem hann Já, það getur vel, sko ég hef aldrei íhugað þetta, en þegar þú segir að styður hvert annað þá skilja það leið að það gerir það í sjálfu sér. Og sko mér finnst að það ekki, ég hef lítið heyrt tala Gunnar Malmberg sem að Dieter kynntist svo, ég vildi gjarnan tala hann. Ég kynntist honum ekki, en Dieter kynntist honum og var mjög, þá var hann hættur hjá Halldóri, móðgafi Halldór, en kynnist Gunnari og það er þar sem að hjá Gunnari Malmberg að Dieter fer að vinna skartgripu úr klukku elementum eða hlutum sem í klukkum. Og fer þá bara að rífa þær upp og búa til nýtt úr þeim? Já, bæði hálsmenn, aðalega hálsmenn held ég og kannski meira hringi, ég bara mann það ekki. En sérstaklega mann ég hálsmennunum sem hann gerði og dóttir mín, ég gaf henni eitt hálsmenni sko, þá bara tekur hann hlut úr klukkunni og bara, það verður hálsmenn, hann setur festi eða leður óláða og þá það orðið hálsmenn. Það umbreytist bara. Hvað segirðu? Það umbreytist. Já. Og þetta líka, sko vakti líka, hlýtur að hafa vakið líka athygli að nota svona gamalt dót og drasl til þess að gera þessa fínu grifi. Og hann kom með mikið af þessu heim frá þessum byggum á Ljósvallagötunni og í framhaldi og þá hætti hann svona að vinna með það sem efni sem ég hafði við af mér sko, þannig litlu vinnustofuna Ljósvallagötunni. Allavega fann Dieter alls konar drasl úr klukkum og úrum og þar byrjaði, mér finnst þetta hafa komið lítið fram því að þetta var bara heil kafli finnst mér í hans sögu. Já. Dieter var rosalega hrifinn af þessu og líka vel við Gunnar og ég hitti hann aldrei þennan Gunnar Malmberg en þetta er bara alveg ákveðið kapítuli í skartgripagerð Dieters.